Magnús, það náttúrulega þrýstingur á stækkun innviða í stækkandi sveitarfélagi, sameinuðu sveitarfélagi. Jú, þetta akkúrat það sem sveitarfélög standa framfyrir þegar mikið fjölgun íbúa. Það akkúrat fylgir að það þarf að byggja upp innviðina, skóla og leikskólana, þannig að þetta bara liður því hjá okkur. Hvað geturðu sagt okkur þennan nýja leikskóla? Nú hér verður byggður 6 deilda leikskóli og hönnur hans JES arkitektar í Reykjanesbæ og hann mun rísa hér og hér verða 120-130 barna leikskóli þegar allt verður komið og hann verður byggður svona með vistvænum hætti, þannig að við erum mjög spennt fyrir þessu verkefni. Nú aldurinn alltaf að færast neðar í leikskólum, ekki? Jú, það stefna bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar að bjóða börnum allt niður í 12 mánaða aldur leikskólapláss, þannig að þetta liður í því. Og hvað tekur þetta langan tíma og hvað kostar þetta? Við áætlum að leikskólinn geti tekið til starfa fyrir hluta árs 2023. Kostnaður í heildina, hann geti legið með öllu 700-800 milljónir með lóð og öllu slíku. Þannig að þetta heilmikil fjárfesting. Hvernig staðan í leikskólum í sameinuðu sveitarfélagi Suðurnesjabæjar í dag? Og hún nú þannig að við svo sem geta boðið börnum leikskólapláss og það hefur verið viðmiðið 18 mánaða og það hefur nokkuð gengið ágætlega. En ef við ætlum að bjóða upp á 12 mánaða þá höfum við ekki rými fyrir það fyrir að þessi leikskóli rís. Hvað með þessa staðsetningu hérna í Sandgerði? Já, það var heilmikil pæling á bak við það og niðurstaðan var svo að gera ráð fyrir leikskóla hér og ofan við norðan við byggðaveginn og í þessu skemmtilega umhverfi og það eru miklu möguleikar sem að liggja hér í svona umhverfi leikskólans, þannig að það verður mjög gaman að sjá hvernig það kemur út svona þegar við fyrir staðið. Nú var ekki langt síðan við vorum með ykkur hérna þegar ég tóku fyrsta skóflustungu að nýju hverfi í Sandgerði. Hvernig hafa svona viðbrögðin verið við því? Það hafa komið heilmiklar fyrirspurnir og ég geri ráð fyrir að innan 2 vikna munum við auglýsa lóðirnar og það verður fróðlegt að sjá viðbrögðin. Ef þau verði eins og fyrirspurnir hafa verið þá reiknum við með þess að lóði fari bara mjög fljótt. Þannig að við þurfum væntanlega fljótlega að fara í næsta áfanga í því hverfi til að bjóða upp á lóðir. Þannig að það svingur á ykkur í Suðurnesjabæ? Það má segja, það bara allt á fullu. Þetta í fyrsta skipti sem að fréttamaður er látinn taka fyrstu skóflustunguna. Smá kúnst. Og svo hvað? Svo sturtar úr. Hvernig ger ég það? Leiðir til hliðar. Svo sturtar úr og fer til hliðar. Þetta hafðist! En það hvernig stóðst í þetta próf? Mjög gott. Já. 62 módul. Já, 62 módul. Maður var ekki lengi að læra þetta.